Já, komið sæl á ný. Til mín er komin Hörður Arnarsson, framkvæmdastjóri Landsvirkjunar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma. Og þetta er náttúrulega endalaust umræðuefni varðandi rafmagnið okkar og orkuna og hvað við gerum með hana og annað. Núna er lesum við bara mjög oft fréttir það að það er hugsaðir vindmyllugarðar hér og þar. Fyrir mörgum ára síðan þá var ég ritstjóri á fréttatímaritinu Mannlífi og þá var þessi umræða svona að byrja og við vorum að tala við fólk sem að þekkti til og þá var svona, nei, ekki við þessu misviðrasamt á Íslandi. Það getur verið logn í marga daga eins og við höfum kynst núna sem betur fyrir eitthvað og svo alveg hífandi sorg. Dregur það ekki úr gildi vindmylla hér? Svona ef við horfum á vindorkuna þá svona er Ísland talið svona eitt af betri löndum í heiminum fyrir uppbygging á vindorku sem nýtingar hlutfalli hjá okkur er svona með því besta sem þekkist. Það er hérna á Íslandi þá er nýtingar hlutfallið ef þú velur réttu staðina á Íslandi þá er það svona, getur að vera svona 40-45% af því að vindmyllurnar framleiða orku svona 40-45% tímanum. Ef við maður rétt þá er heimsmeðaltalið svona 27-28%. Þannig að vissulega er þetta sveiflukennd framleiðsla en hún er hvað hagkvæmust í löndum eins og hér og í Norður Noregi. Og við erum með svona svipað nýtingarhlutföll á landi hér og í Noregi og við sjáum út á sjó sem er svona með því besta. Þannig að þetta er ágætur kostur svona með þá náttúruauðlind sem við höfum. En þegar þetta dettur í dúnalogn sem betur við gerist líka að þarf þá ekki vera til önnur orkuframleiðsla til að fylla í skarðið? Jú, það er að mæta á tvennan hátt, annars vegar þarf að mæta þá með eins og er gert yfirleitt að þá þegar vindurinn dettur niður að þá keyrir önnur orkuframleiðslu upp sem þú getur síðan sparað á meðan vindurinn snýr. Þetta er svona, þú getur líka snúað þann veg að segja að þegar vindurinn blæs þá dregur úr framleiðslu og svo þegar vindurinn fer þá eykur hann enn meira en þú hefur gert ekki haft framleiðsluna. Hinlegin er síðan að láta sendi viðskiptavinana taka ákveðnar sveiflur sem er hægt í sömu tilvikum að eftir þess að mikil vindur blæs að þá eykur framleiðslu á einhverjum vörum og síðan þegar vindur blæs ekki þá dregur úr henni. Þetta er eins og yfirleitt óhagkvæmt fyrir iðnaðinn að gera þetta en það er alveg dæmi að það séu iðnaðir sem taka þátt í þessu sveiflum, við sjáum það í Evrópu. Það sem geta þola það að missa orku. Já, eða þeir sætta sig við það. Ég held að nú flest allar atvinnugreinar vildu hafa stöðuorku en það er hægt að gera bara en svona svo svarið svo einfaldra þá er svarið bara já ef við horfum þannig eina sem er á Íslandi þá þarf eitthvað annað að taka við ef að vindur blæs ekki. Það er svona einfaldar svarið á Íslandi. Auðvitað vitið þið þetta, ég veit að þeir eru búin að kanna þetta en hvernig líst þið samt á þetta sem að ef þetta verður ekki alltaf veruleika en það er víða verið að undirbúa vindmyllugarða? Ég myndi meira orðaður frekar að víða sem menn hafa hugmyndur að skoða það. Það er náttúrulega langt leyfisveitingaferli eftir og við náttúrulega búum í samfélagi þar sem fólk má koma með hugmyndir og ég myndi svona segja að fólk ætti að forðast það að segja að það er hugmyndir séu eitthvað sem er að verða veruleika. Það er flókið leyfisveitingaferli hvar má reisa orkuver eins og fólk ætti að vita. Stjórnvöld veit ég að vanda sig við að finna löggjöf hvernig þetta verður valið og þarf að vera valið staðsetningar fyrir þetta þannig að náist sátt það. En það er eins og líka við þurfum líka að gera grein fyrir það, við þurfum að horfa bara á hvað getum við svona orkufræðilega sé að veri með mikla vindorku í kerfinu. Ég held að það væri mjög áhugavert fyrir stjórnvöld að greina það. Bara út frá því vatnsafli og jarðvarma sem við höfum og við sjáum fram í framtíðina hvað getum við verið með mikið af vindorku, hvað getur þetta kerfi stutt við mikið af vindorku. Það er mun minna en fólk heldur og við höfum bent á það. Það er hægt að auka það eins og með að stækka virkjanir og þessu þar. Þannig að það er ekki svona orkulega séð hægt að byggja upp mjög mikið og mjög hratt. Nei, þannig að vatnsorkan og jarðvarminn að það getur ekki staða á bakvið endalaust að vindmyllum. Nei, það er svona ákveðin geta bara í kerfinu í dag. Við höfum upplýst það að þetta ræðst náttúrulega hvað notendur geta sveiflað, þeir geta örugglega sveiflað eitthvað. Þetta er svona á stærðargráðunni nokkur 100 megavött sem við getum bætt við að vindi í dag. Síðan ef við stækkum núverandi virkjana þá ekstra. En þetta er hins vegar takmarkað magn og það tekur tíma að byggja upp afl. Þannig að hröð uppbygging á vindorku
sem að krefst þess að skila síðan jafnri orku, hún getur ekki gerst á Íslandi í mínum mati. Þetta þarf að gerast í skrefum, en þetta held ég að það sé það sem að samfélagi vilji. Já, en hvað eru þið langt konið með ykkar? Er þetta ekki bara enda tilraunir? Er þið farin að virkja vind? Já, við erum með 2 kosti. Við erum alltaf byrjuðum langt og undan öllum öðrum. Við byrjuðum sko þetta bara upp á 2010 og ef maður rétt þá reistu við fyrstu tilraunir vindmyllur okkar 2012. Þótti mörgum það skrítið, en við sögðum að þetta myndi lækki kostnaði og yrði okkar mati samkeppnishæft og það varð raunin og við fórum síðan í rammaáætlun með 2 kosti þannig bara upp úr 2000, fyrir svona 10 árum síðan langt á undan öllum öðrum verkefnum og fengum 2 kosti samþykkta í rammaáætlun nýtingaflokki, annars vegar Búrfellslund hérna, sem heitir núna Vaðölduver því hann var færður aðeins til, en færður aðeins nær einir rangað getra og síðan Blöndulundur sem að við erum bara að gera rannsóknir en Vaðölduveri, þar erum við bara að byggja 120 megawattra vindorkugarð. Það er bara framkvæmdir eru alveg á fullu hérna í sumar og við munum gera ráð fyrir að reisa helmingin 60 megawatt á næsta sumar sem byrja að framleiða bara næsta sumar og seinni helmingin sumarið 2027. Já. Þannig að þið eru bara með þetta þeir eru byrjað að vinna við erum öll leyfi og útbúið staðist og búin að bjóða út allt og bara verktakar á staðnum að hérna byggja undirstöður, byggja vegi þetta fólk sér þetta ef þetta keyrir fyrir Búrfell og fyrir Sultartanga þá má segja milli Sultartanga og Búðarháls þar austan við veginn, þar munur rísa 28 vindmyllur maður rétt. Núna 14 á næsta ári og 14 árið eftir. En er þetta ekki dýr framkvæmd? Jú, orkuframkvæmdir eru dýrar. En þetta er heldur dýrara heldur en hagkvæmt vatnsafl í jarðvarma, en þetta er samt alveg samkeppnisfært. Þetta er að mínum að þetta er góð þriðja stoð, en ég hef sagt það alltaf alveg frá upphafi, þó að ég segi þriðja stoð, þá eru okkar bestu kostir í vatnsafli og jarðvarma til að mæta þeirri orkuþörf sem að samfélagið hefur. Þetta er í þriðja sæti? Já, en þetta er samt alveg gott þriðja sæti. Þetta er alveg, að mínum að alveg sjálfsagt að nýta þetta, því við getum alveg fundið staði, eins og til staðinn þar sem við höfum valið þarna við Vaðöld og eins staðinn þarna fyrir ofan Blöndulón, sem að ég tel að það geti nást bara ágætt sátt um það. Þetta sést ekki frá neinum heimilum manna, þetta sést ekki frá neinum sumarbústöðum manna, þannig að þetta er ekki nein truflun að þessu. Nei, en segðu mig, hvað finnst þér til dæmis eins og það fólk að tala sjónmengun að nú þegar við erum í öðrum löndum, við erum að keyra og við sjáum allt í kringum okkur vindmyllur? Já, en sko ef við horfum á, og það hefur almennt séð bara gengið vel. Já, það er bara almennt séð gengið mjög vel, en við sjáum bara lönd bara eins og Holland og Danmörku sem eru minni lönd en við erum með og gríðarlega þéttbýl. Og hérna mjög flöt og það er engin fjöll sem að skýra. En þar eru, ef ég man rétt, að þar eru hvorum staðum sig, þá eru milli 7-8.000 megavött af vindi á landi í þessum löndum. Það gengur bara vel. Við erum kannski að tala hérna allavega í fyrsta umgangi að það getur kannski orðið hérna 1500 megavött í okkar stóra landi sem er mjög strjálbýlt, þannig að ég held að sé og þetta gengur alveg bara mjög vel í þessu löndum, þó svo að þeir hafa gert ákveðin mistök kannski að dreifa þessu aðeins svo mikið, að þá held ég að við getum alveg framkvæmt þetta og ég held að vera bara gaman að sjá hvernig viðbröðin verða þegar Vaðölduver rís. Að ég bind vonum við það að þessa orkustarfsemi eins og alla orkustarfsemi sem við byggt upp verði almenn ánægja þegar búið að reisa þetta. Já. En þið eru svo sem vön því að það komi svona mótbárur? Það er bara mjög gott. Það er mjög gott að komi uppbyggileg gagnrýni á svona stór framkvæmdir og við teljum það, fengum okkur ekki alls ekki undan því og það hefur gegnum tíðina haft mjög jákvæð áhrif á framkvæmdirnar. Sem þeim hefur oft verið breytt vegna athugasemda, eins og til dæmis eins og Vaðölduver. Þetta var upphaflega byggt, þá var þetta á öðrum stað, þetta var frá ofan Búrfell, þar á sléttunni. Þannig að þegar menn voru að keyra upp Þjórsvötnaveginn hana, upp Sprengisand, þá voru þeir á hægri hönd og báru við þegar menn horfðu á Heklu og þeir varu mjög áberandi. Eftir fengu þar athugasemdir voru þær færðar á annan stað þar sem að þær verða mun minna áberandi, bæði vegna þess að þar eru ekki svona sjóllínu við þá svona helstu áfangastaði sem að fólk er að horfa á
og einnig þá ég ætla ekki að segja að vindmyllur falli inn í landslag, en þegar það eru hæðir bakvið, það er svona landslag rís bakvið vindmyllunar þá eiginlega sjástar mun minna. Þannig að við tókum þegar við fórum í umfangsmiklar breytingar, færðum allar vindmyllugarðinn einhverja 10 kílómetra vegna athugasemda. Þannig að ég held að, og það má segja með allar ákvað virkjanir sem við gert að þessar athugasemdir koma, það er hjálp okkur að gera framkvæmdina betri. Já, en þið þurftu ekki að rífa upp með rótum? Nei, þessar tvær sem við byggt, þetta var áður sko. Það er náttúrulega mjög kostnaðarsamt að gera það og þess vegna þarf þetta samráð áður sem er bara gegnum umhverfismat, sem er bara ferli sem að virkar mjög vel. En það var bara kynntar á öðrum stað sem var út frá sjónrærum áhrifum ekki eins góður á núverandi staður og við teljum að þessi sjónræn áhrif sem að núna munið að skoða mismunin á, fólk getur farið inn á netið og sé hvernig þetta breytist. Þannig að einn aðalatriði er það að svona gagnrýnisraddir eru mjög mikilvægar og það er mikilvægt að hlusta. Já. En finnst ykkur ekki stundum gagnrýni ganga langt? Illa undirbyggð? Það kemur ekki líka? Jú, auðvitað getur manni fundist það líka, en það er málfrelsi, fólk má segja það sem það sín, en þá er það bara úrskurður aðalega að finna út úr því. En síðan er náttúrulega svakalega mikilvægt sem er síðan þarf að nást niðurstaða, það sem er kannski erfiðast í þessum málum, hversu mjög svona verkefni sem hafa gríðarlega mikinn stuðning og fengi mjög vandaða málsmeðferð, hvernig hægt er að tefja þetta nánast endalaust með miklum kostnaði, löngu eftir að stjórnvöld og aðrir hafa ákveðið að þetta séu framkvæmdir sem að fólk vilja ráðast í eða vilja styðja. En Hvammsvirkjun, það er svoleiðis dæmi. Já, en sko fyrir mig þegar ég horfa á fréttirnar að þá Landsvirkjun fengi bráðabirgðaleyfi og svo sýnda myndir það sem bara þeir eru með allskins tæki og tól til að búkollur og stæðstu jarðýtur og ekki er það bráðabirgða framkvæmdir? Sko það var farið í undirbúningsframkvæmdir sko þegar þetta er þannig þegar menn fá síðustu leyfin, þetta er mjög langt leyfisendingaferli sem að þá þegar þú sækir virkjanleyfið og framkvæmdarleyfið þá þarftu að hefja framkvæmdir. Þú veist, ef þú hefur ekki framkvæmdir eða sko framkvæmdarleyfin að nást þá fellur leyfið niður. En samt er þá langt kæruferli eftir. Og það er líka þeir sem að kæra, þeir gera þá ofta að draga kærurnar alveg eins lengi og þeir geta, eins lengi og þeir hafa leyfi til. Í þessu tilviki er því nauðsynlegt þegar þú kemst þannig stað þá þarftu að byrja framkvæmdir og það sem við gerum, við byrjum undirbúningsframkvæmdir. Þess að það er bara lítið hluti af verkefninu sem snýr að því að byggja upp aðstöð á svæðinu. Það er byggja upp vegagerð, byggja upp vinnubúðir, fjarskiptasamband, vatnsveitu, til þess að gera það, þá þegar byggja til vegi og vinnubúðir þá þarftu mikið að möl. Þú veist, til þess að slétta undir þetta mikið tún sem það var jarðvegsskipti og þá hefur tvo valkosti, það er að fara í námu einhvers staðar allt annars staðar og keyra hann á staðinn og eða nota þá námu sem var að fara að myndast sem er frárennsliskurðurinn. Þannig að bara út frá umhverfissjónarmiðum er ákveðið að nota hluta af frárennsliskurðurum að byrja að grafa hann til þess að fá efni í vegagerð og þannig að það er ekki verið að byrja, það er hvergi verið að vinna í ánni. En ef við hefum ekki gert þetta sko, það var umhverfislega verra og þá þyrftum við að þegar við tækjum upp eftir meir byrjum að grafa frárennsliskurðinn að þá myndum við þurfa að hugsetja þetta allt með umhverfisáhrifum. Þannig að þetta er náttúrulega mjög augljóslega hvað er verið að gera þarna, það er ekkert verið að byrja á virkjunni síðan þegar koma þessar ágallar í leyfisveitingunni sem tekur fram það voru engir ágallar á verkefninu efnislega heldur var það komst Hæstiréttur að því að Alþingi er gert mistök í lagasetningu, það er mjög sjaldgæft að svoleiðis sagt í dómi, bara þetta var mistök í lagasetningu þannig að þetta endurtaka leyfisveitinguna að þá voru góðra á dýr sem við erum með kannski 50 manns í vinnu sem að þurfa að klára þessu undirbúningsframkvæmdir sem eru raunverulega ekkert háðið þessar óvissu af því að þetta er ótengt vinnu í ánni. Já, en ef þið fáið ekki leyfið?
Já, Þurfum þá að skýla þessu? Já, fyrsta lagi erum við alveg samfærið það við fáum leyfið. Fyrsta lagi erum við samfærið það. En þau erum við með öll leyfi og við erum með, en ef svo færi, þá þyrftum við að ganga frá svæðinu aftur í óbreytt ástand. En hinlegin sko að við urðum að byrja. Af því að þetta er bara við erum að koma okkur í svo mikil vandamál með leyfisveitingar sko ferðlega framkvæmdar að þessi leyfi sem sko mest tekist á, mest hjólaði til þess að stöða framkvæmdar og það er mikilvægt að gera grein fyrir þetta allt annað en samráð sem við að tala áður. Þannig erum við ekki að tala að þessar aðgerðir andstæðinga virkjunar ganga ekkert út á að bæta virkjunina, ganga ekkert út á það að draga úr umhverfisáhrifum eða draga úr samfélagsárum, það er bara verið að reyna að koma í veg fyrir virkjunina, gegn vilja Alþingis, gegn vilja sveitarstjórna, gegn vilja alla sem hafa ákvörðunartökuvaldið í samfélaginu. Þannig að við höfum full að trúa að við fáum þetta og það en við urðum að byrja, það er ekki hægt og þetta er kannski ástæða fyrir að það er mjög fá fyrirtæki önnur en Landsvirkjun sem geta byggt virkjanir, bara sem hafa þetta bolmagn að taka þess áhættu, því þetta er vissulega áhættu og segir svo að þetta myndi bara falla bara þó ég telji enga líkur á því að þá gætu við lent í því að það sem við erum búin að gera en það er líka þá allur undirbúnir kostnaður okkar síðustu 30 ár sem eru margir milljarðar, hönnunin, útboðin, umhverfismatið raun og væri kannski þetta þarna það minnsta sem við erum að þurfa að afskrifa. Þeir eru þegar búin að fjárfesta mikið í verkefni. Þú voru að fjárfesta gríðarlega til þess að fara í gegnum allt leyfisveitingaferli, alveg gríðarlega yfir ofsalega langan tíma. Og er það búið að hanna, frumhanna allt? Já, full hanna, það er bara útboðsvönni, það er bara útboð að fara í gang. Sem að fer ekki fyrir að kannski leyfin verða komin aftur en það er mikilvægt sko það hefur sko Hvammsvirkjun hefur sko fengið mjög mikil stuðningur í Hvammsvirkjun í raun og veru alltaf sko ef mann horfa á stóru myndina til þess að verkefnisstjórn rammaáætlunar hefur alltaf lagt til að virkjanir í neðri hluta Þjórsá færu í nýtingarflokk Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun síðan hefur Alþingi nokkur fært hann í biðflokk sveitarstjórnirnar á svæðinu styðja þetta einhuga í Rangárþing ytra og mikil meiri hluti í Skeið- og Gnúpverjahreppi. Það er búið að semja við alla landeigendur sem hafa landa ánni bara í frjálsum samningum. Það er náttúrulega mikil stuðningur á Alþingi við þessu og í samfélaginu öllu. Þannig að það er mjög skýr stuðningur við þessa virkjun og það er bara þetta flókna leyfisveitingaferli gera það verkum að þetta er hægt að tefja þetta og það hefur tekist vel. En hversu nauðsynleg er Hvammsvirkjun? Er það sem sagt bráðnauðsynleg og þá hvers vegna? Já, sko, það er náttúrulega svo sín sem að sko, stjórnvöld þurfa að hafa. Veist bara hver er sko, framtíðar sín stjórnvalda orkuöflun og þörf samfélagsins. Veist, hvert erum við að fara með samfélagið? Og þessi ríkisstjórn hefur sagt það mjög skýrt að þau vilja að það sé bundið í lög að stjórnvöldin skýri það hversu mikla endurinn orku við viljum, hvaða framboð við viljum hafa í samfélaginu. Við keyrum allt samfélag áfram orku. Annars er endurinn orku og eins og er jarðefnaeldsneyti. Það er mjög sérstakt hvað er mikil umræða sko, það þegar fyrirtæki taka til starfa sem að nota endurinn orku. En það er engin umræða það þó að við aukum umfang í fyrirtækjum sem nota bara jarðefnaeldsneyti. Sem lenda síðan sem skuldbinding á okkur að draga úr sko. En ég held að samfélagið vilji bæði fá endurinn raforku til þess að stuðla orkuskiptum sem að við erum skuldbundin að gera sem er ganga bara fyrst og fremst út og hætta að nota olíu og bensín og hins vegar að styðja við fyrirtæki sem að nota endurinn orku og byggja upp atvinnustarfsemi. Við getum farið þessi tvær leiðir sko að það er að fara í orkuskipti í gamla iðnaðinum eða eiga að fara í nýjar iðngreinar sem að byggja fyrst og fremst á endurinn orku. Það er þessi stjórn, en það er mjög skýr vilji stjórnvalda og mikil þörf í samfélaginu fyrir og bara lífskjör tengjast gríðarlega mikið notkun orku og hagvöxtur og svona samfélag sem útflutningsverðmæti. Það er eins og mjög mikilvægt að sá vöxtur byggist á endurinn orku. Það er skilja á milli því að auka losun tengda hagvexti, en það er alveg hægt að auka hagvöxt og lífskjör með endurinn orku án þess að auka losun. Já, þannig að hún er nauðsynleg.
Já, það er náttúrulega stjórnvald að ákvaða það. Já. Og þá þurfum við að horfa langt fram í tíma. En þið hljótið að þurfa að meta þetta líka. Já, við sjáum alveg klárt þörfina og frá mjög áhugaverðum atvinnugreinum og síðan í orkuskiptunum. Við sjáum svo bara vöxtur upp á svona 5, 10, 12 megawatt á ári bara í almenni notkun sem þarf að mæta. Já, og á þess að neitt stórt komið til. Já, það er bara okkur fjölgar og hérna og já. En segðu mér hérna, sko það er nú nýlega búið að koma upp eitthvað svona leiðindamál út sem gagnaver hér var notað í einhverju humbúki. Hérna, er gagnaverin hagkvæmur kostu fyrir Landsvirkjun? Já, þau eru hagkvæm. Ég held að þetta gervigreindar hagkerfin og hérna þekkingarhagkerfin eru sem eru þessi gagnadrifnu innaður sé mjög áhugaverður fyrir Ísland að byggja upp og það er raun og veru, maður getur oft spurt líka hvað gera aðra þjóðir, við getum oft bara horft til Norðurlöndana, það er gríðarlega áhersla á Norðurlöndunum á uppbygging gagnavera. Þá er ég að meina gagnavera sem eru með reiknifreka, enterprise gagnaver sem eru með þessum gervigreind og gagnageymslu. Það er enginn sem er með áherslu á Bitcoin gagnaver eins og þú vorst tala um. Þau eru, ég held að þau séu mestuleyti alveg hægt starfsemi hér. Þau voru hérna störfuð bara þegar var tímabundið umframframboð í kerfinu sem myndaðist þarna svona 2020. En gagnaver sem slík er mjög áhugaverð grein og ég held að stjórnvöld sýna það líka bara með því hvernig er að fjárfesta í sæstrengjum og tengja landið og annað þess að þar en þetta er náttúrulega samt ákvörðun samfélagsins og ákvörðun stjórnvalda hvers konar atvinnugrein viljum við gera. Þetta eru mikil hálaunastörf. Þetta geta byggst síðan og hliðar fyrirtæki við þetta sem geta búið til mikið af þekkingu. Já, sko núna er búið að loka verinu á Bakka við Húsavík vegna bara hér ekstra fórsendur og þá er strax komin hérna einhverjar áætlanir að þar verið byggt gagnaver. Er það vegna þeirra orku til að nýta orkuna sem að kísilverksmiðjan notar ekki eftir hún lokaði? Ég held að það sé ekki búin að loka sko. Ég held að það sé bara tímabundið. Já, þeir hafa tímabundið vegna markaðsaðstæðna og vegna mjög ósanngjarnar samkeppni frá Indlandi og Kína þar sem að er ekki alveg keppt og jafnréttisforsendum að þá var það rekstur sem að mér skildi að þeir ákveðu að stöðva reksturinn tímabundið en eftir mínum upplýsingum þá gera það ráð fyrir að fara aftur í gang á fljótlega á næsta ári og maður vonar bara að það gangi en það hérna kemur það bara í ljós en það fyrirtæki er bara með raforkusamning við okkur hann er ekki runnin út og það eru með ábyrgðir sem gera það verkum og þeir munu greiða raforkuna. Þeir þurfa að borga þó nýtan ekki. Borga hlutaði, en auðvitað vinnum við samt með þeim. Þetta er ekki alveg svona aðstæðar þá þegar aðrir viðskiptavinir okkar hafa lent í svona þá hefur það gerst. En í grunninn er þetta góð verksmiðja. Hún er sem vel hönnuð og gat framleitt hágæða vöru en þeir náðu ekki að raun og veru að halda kostnaðinn niðri og fá kannski nógu hagkvæm verð þannig að þetta gerist. En síðan er mikill áhugi á Ég held að þetta gagnaver sem ég sá bara fjölmiðlum veit ekki einu samtölum okkar við að á Bakka en það er bara mikil áhugi á uppbyggingu á landsbyggðinni og ég held að þetta sé ótengt Bakka ég sá ekki tengingu en það er straumurinn myndi duga fyrir hvoru tveggja við höfum heilmikla möguleikar á Þeistareykjum við byggðum þar virkjun fyrir 6 árum síðan sem gengur mjög vel og við erum með bara í bígerð núna að stækka hana bæði með svokallari toppþrýstivél sem er svona ákveðin ný vöruþróun sem við erum að gera að nýta núverandi gufu betur sem er mjög áhugavert på 25 megawatt og síðan er hægt að stækka virkjun okkar að mati önnu 90 megawatt og við fórum að mjög varfærdu uppbyggingu sem hefur gengið mjög vel, mjög mikil sátt við heimamenn hvernig þetta hefur gert og frábært samstarf við bæði Þingeyjarsveit og Norðurþingi í þessu máli en við sjáum alveg fyrir okkur áfram það var alltaf verið sagt með Bakka að Bakki væri iðnaðar svæði þar sem að heimamenn vonast til þess að fá þar atvinnugreinar sem að sjá sér hagi að vera þar og vissulega hjálpar endurnýjanleg orkan til þess að skapa samkeppnisforskot á þeim stað. Vegna þess hvað við erum með endurnýjanlega orku í iðnaði til dæmis og
Vistu til þess hvort að íslensk iðnfyrirtæki njóti þess í sölustarfsemi sinni að geta bent á? Það er að aukast verulega. Það er að aukast verulega að senda upprinn og orkuna fyrir að skipta meira máli. Það er aðeins bakla núna eins og í öllum umhverfismálum. En við sjáum samt að mörg okkar stærri fyrirtækja eins og gagnaverin, þau leggja mikla áherslu á það sé alltaf upprunavotta og þeir fá viðskiptin út á það hingað. Laxeldisfyrirtækin sem eru á landi, þau leggja mikla áherslu á þetta og við erum farin að sjá það og okkar stærri viðskiptavennir eins og Rio Tinto, þeir eru farinir að upprunavotta sína alla sína framleiðslu sem að segir að þetta er farið að skipta það máli og vonandi fer það bara að skipta meira og meira máli og þá eykur það líka verðmæti okkar auðlinda. Já, en Rio Tinto er náttúrulega elsta álverið, það er í Straumsvík. Það er sem voru hálfur alda gamalt að meira. Já, það var byrjað, þeir eru búið að stækka oft á þessu tímabili en þeir byrjuðu Landsvirkjun 60 ára þessu ári. Og það var svo tók Landsvirkjun tók til starfa síðan 5 árum seinna og sama tíma gerði þá, þannig að þeir eru þá orðin líklega 55 ára, myndi ég svona skjóta. Já. En stundum hefur verið svona umræðin það hvort að þeir myndu draga mikið úr eða jafnvel loka? Það held ég að sé, þeir eru með raforkusamning fyrir næstu 10 ára og verksmiðjan gengur vel. Hún er vissulega orðin gömul en starfsfólkinu þarna hefur tekist að reka hana með mjög hárri nýtingu og hagkvæmt og það hefur líka verið fjárfest í að framleiða verðmætari vörur. Þannig að hún er að framleiða mjög sérhæfða vöru inn á Evrópu. Þannig að ég held að það sé auðvitað munu allar verksmiðjur loka. Það er eitt sem við vitum með verksmiðjur sem eru byggðar, þær munu loka. En það er líka mikilvægt að hafa það í huga, það er raun og veru eigandi verksmiðjuna sem ákveður hvernig hann lokar henni. Þannig að og ég hef ekki heyrt á þeim að það standi til. Ég held að þetta sé bara vissulega orðið nokkuð gamalt álver en mjög vel rekið. Já, kannski endurnýja það sem þarf náttúrulega í tímans rás. Já, þeir hafa gert það og sem svo 2012 þegar við endursömdum við sem var svona ákveðin tímamótasamningur fyrir Landsvirkjun, að þá sem breytti mikið fjárhagslegri stöðu fyrirtækisins, að þá einmitt hjálpuðum að fara inn að nýju steypuskála sem var svona kannski líkillega þeirra getur líka til að borga hærra raforkuverð. En svo framleiðsla hefur gengið mjög vel. Nú ætla ég svona að fara aðeins út á hálan ísa því ég þekki það kannski ekki alveg nógu vel en þú drifur mig þá bara landi. En þessi upprunavottorð sem að þið er að fá fullt af peningu fyrir, en það er þetta ekki svona hálfgert fals? Nei, þetta er alls ekki. Þetta er bara mjög skynsamlegt kerfi bæði fyrir orkuframleiðendur sem framleiða endurnýjanlega orku og líka þá sem er að kaupa orku. Af því að endurnýjanlega orka er nákvæmlega, þegar þú tekur hana út úr innstungunni, þá er endurnýjanlega orka nákvæmlega eins og orka sem er búin til með kolum. Það er engin munur á raforkunni. Og þetta blandar saman í öllum kerfum í Evrópu, þannig að þú getur aldrei látið upprunnan fylgja orkuna. Þú veist ekkert hvað orku þú færst út úr kerfinu, það er bara að þú fær vottað, það er framleidd orka á sama tíma og þú ert að nota hana. En okkar orka fer ekki til Evrópu? Nei, það er líka heldur, það er líka í Evrópu, það er kannski ekki tengingar í gangi á milli landana heldur. Orkan var kannski ekki frá A til B, frá B til A. Þegar þú varst að kaupa frá A til B. Þannig að það er alveg það sama. En grunnurinn er náttúrulega bara að styðja við orkuframleiðslu og þannig að þetta, við getum sagt, má segja, fyrir okkur Íslendinga getum við sagt af hverju erum við að taka þátt í þessu. Og þá getum við sagt ef við tökum ekki þátt í þessu að vera með uppruna vottaða raforku, þá nytu fyrirtæki á Íslandi ekki því að geta sagt að þeir væri með uppruna vottaða raforku. Það dugar ekki að segja að við erum frá Íslandi og Ísland er grænt. Þið vitið ekki að Íslandi allar áhrifar til hljóta að vita það. Það virkar ekki þannig. Það virkar ekki þannig. Margir kannski veit ekki eins og Ísland sé til. Þannig að ef við ætlum að geta sagt að hún sé upprunavottur, þá þurfum við að taka þátt í þessu alþjóðlega kerfi sem við hljótum öll að vera sammála um það. Þá er hinlegin segja, ef þetta er eitthvað sem að þjóðin á, orkufyrirtækin og þjóðin getur Landsvirkjun, eigum við þá að selja þetta eða gefa þetta? Eigum við að gefa stóriðin, eigum við að segja bara þið fáið þetta alveg saman hvort þið kaupið þetta ekki? Þetta eru svona kannski 5, 6, 7 milljarðar ári, eigum við að gefa þeim það?
eða segja við þau, þið fikk endilega kaupa þetta á okkur, en þið verða að kaupa þetta á sömu kjörum aðrir. Og það auðvitað svo leið sem við höfum farið, okkur væri bara óheimilt að gefa 5-7 milljarð ári, það er bara, ég myndi ekki lengi verið í starfi ef ég stundaði það. Þannig að við tökum bara þátt í viðskiptunum, en það sem ekki ákvæmt, fyrst vildu þið ekki kaupa þetta. Svo bara, þetta bara, það vildu bara fá þetta fritt. Og þá var farið út í svona alls konar upplýsingóriðu að þetta væru aflátsbréf og eitthvað svo leiðis, bara til þess að reyna að þvinga okkur í að gefa þetta. Við höfum alveg staðið það af okkur og skýrt þetta út fyrir aðilum með það mjög auðvelt að rugla þessu umræðu. En þetta er gott fyrir okkur sérstaklega sem framleiðum orkuna. Þetta er líka mjög mikilvægt, þetta er ekki það að einhver, þetta tengist ekkert CO2-losun. Þetta tengist ekkert því að kolaorkuver geti keypt sér upprunaábyrgð og þá sé allt í lagi, það nýtist þeim ekki neitt. Þetta er ekki tengt losun, þetta er eingöngu tengt því að þú vilt markaðslega geta sagt að orka sem ég er að nota er græn. En þetta er mikið búið að reyna að rugla þessu með að segja að þetta sé verið að hjálpa mönnum að nota kveikja kolaorkuverum í Þýskalandi með bara alrangt, þetta er bara upplýsingaóreiða sem er sköpuð, en þetta snýst náttúrulega þetta miklu hagsmuni. Þetta eru 5 milljarðar á ári fyrir Ísland. Það er ekki sem verið að selja mönnum falsa passa? Nei, alls ekki þetta. Og kolaorkuver geta ekki keypt það. Það geta keypt það, bara gagnast þeim ekki neitt. Það er ekkert kolaorkuver sem kaupir sér upprunaábyrgð. Það er Apple í Þýskalandi sem kaupir það til þess að uppruna vottorða að segja það bara, ég bara vill styðja jafnmikla endurlega orkuvinnslu einhvers staðar í Evrópu, jafnmikið við nota. En þetta er ekkert að gera með það að ef Apple var með eitthvað losun, að það réttlæti þá losun. Ég veit þetta er flókið, raunverið er þetta ekki með flókið, það er auðvelt að snúa út úr þessu. Og það hefur verið stundað mjög af þeim sem að berjast gegn því að þessir miklu fjárhagslega hagsmunir endi á Íslendingum. Þetta er 10 milljarða sem við erum að tala sem við eigum, sem við gætum við ekki tekið þátt í þessu og það var ekki með græna orku, eða hins vegar gefið þetta og það bara kemur ekki til greina af okkar alveg og stór hluti fólks er alveg farin að skilja þetta. En það er bara mjög auðvelt að snúa út úr þessu ef þú vilt gera það. Sem hefur verið gert á þetta? Það hefur verið gert markvisst. Já, hérna heima? Já, og líka erlendis. Þetta eru bara miklir hagsmunir, bara hver á þennan græna eiginleika orkunnar. Er það orkufyrirtækin eða er það alþjóðleg stórfyrirtækin? Er þetta þá kannski svona náttúrusinnar sem að gera mest að snúa út úr þessu eitthvað? Nei, ég kannski ekki að fara að rekja það. Það er alls konar hópar sem eru í fullri vinnu við það að takast á við þá miklu auðæfi sem tengjast orkuvinnslu. Það er náttúruverndar. Þá skulum við fara í annað. Fyrir bara mig og annað fólk sem að nú er þetta þannig að ég með rafmagnsbíl, ég þarf að semja við eitthvað fyrirtæki til að fá rafmagnarbíli minn og eins líka bara heim til mín. Það voru konur svona milliliði bara N1 og Orkusalan, Ísorku og hvað þetta heitir allt saman. Þetta er bara til dælu nýkomið. Nú er við svona viðskipti við einhverja milliliði. Er það ekki? Þetta er mikil breyting bara á fáum árum. Jú, þetta snýst að í smásölu raforku. Það sem var náttúrulega með raforkunum 2005 að þá var því breytt að ákveðin hluti af raforkuþjónustu færð er síðan sérleyfisstarfsemi sem er bara eitt fyrirtæki sem gerir á þínu Landsnet og dreifveiturnar svo veitur. Ef það er stórreikisþáttur þá flytur Landsnet raforkuna í háspurningarnutíðin og svo sér veitur því að dreifa það til húsum og það er bara sérleyfisstarfsemi sem er bara eitt fyrirtæki. En það var ákveðið með þessu lagabreytingum sem fyrir 20 árum síðan að framleiðsla og sala á raforku var á samkeppnismarkaði. Þetta er að evrópsku fyrirmynd og hefur marga kosti en líka flækir hlutin aðeins líka og það hefur sem þið hefur gerst og það hefur margt gott gerst í þessu til dæmis eins og ég held að sé mjög gott að fleiri en Landsvirkjun sé að virkja. Það er allan fyrst okkur að við séum ekki eina að reyðja veginn fyrir nýjar virkjanir og síðan þegar þessi nýju sölufyrirtæki þau kom inn fyrir svona 5 árum síðan þá voru fyrstu fyrirtækin stofnuð sem eru þá bara að kaupa orku
af orkufyrirtækjunum var nú fyrst og fremst Landsvirkjun í upphafi og selja það sín áfram til heimila að því Landsvirkjun hefur aldrei selt til heimila og smærri fyrirtækja. Og innkoma þessari fyrirtækja á markaðinn hafði þarna mjög jákvæð áhrif. Það var alveg augljóst að álagning í smásölu fram að þessu hafði verið mjög há. Því að þessi fyrirtæki komu á markaðinn og buðu orku 20-30% lægra heldur en eldri fyrirtækin sem voru, það var alltaf fyrirtæki sem voru eigin framleiðslu líka. Þannig að þau hafa án efa haft jákvæð áhrif. Þetta hefur haft mikil áhrif bara ef menn fara bara inn á Örbjörg, þá getur það séð munin og ég held að sé í dag svona 20% pluss mun, 20% með meiri munur á því hvað þú kaupir raforkuna, svo fann nákvæmlega sömu vöruna. Þetta hefur líka haft mikil áhrif veit ég sko á stöðu fyrirtækjana sem hafa leitað mikið eftir beinusamningum. Þannig að sölufyrirtækin hafa án efa haft jákvæð áhrif á verðþróun til lækkunar, já. Fyrir þá sem nýta sér það, þá þarf líka að skipta yfir á lægsta aðilann. Og ég myndi segja að það með ólíkindum að allir gera það ekki það, þú getur bara að fara á netið og tekur þig 2 mínútur að skipta raforkuframleiðanda og þú fær nákvæmlega sömu þjónustu, en raforkan er kannski 20% ódýrara. Þannig ég get gert það bara sem sagt. Þú geti gert það meðan þú var að tala um mig. Já. Nei, ég er einbytt að mér. En það sko samt þannig að kemur eitthvað svona, nú þarf ég að fara að velja. Já. Og þegar ég vel, að þá tek ég ódýrasta kostinn, sem getur svo orðið dýrasti eftir 2-3-4 mánuði, ég veit ekki það. Já, en það bara skiptir aftur, en það er nú þannig að þau sem eru ódýrastir eru yfirleitt ódýrari í langan tíma, það eru fyrirtæki sem eru með mjög lítið overhead og eru að selja bara á mjög hagkvæmum verði. Já. Þeir kaupa af ykkur? Að mestulega þau geta keypt öðrum framleiðendum líka, en framan af þá keyptu þeir bara á okkur. Hinn fyrirtækin sem voru bæði með framleiðslu og sölu voru ekkert sérstaklega ánægð með þetta. Þeir vildu ekki að sitja bara að þessu og voru með nokkuð háa álagningu. En maður komið fram í mörgum skýrslum. En svo ég held nú að þessi að versla bara núna við öll fyrirtækin, sem er bara mjög eðlilegt. Ég satt einu sinni og var að tala við Tómas Stór, hérna forstjóra Orkuveitu Suðurnesja. Tómas Má, já. Herru, takk fyrir þetta. En sko þá var þeir að selja til dæmis til Norðuráls. Já. Og þá sagði hann, Norðurál er ekki enn til að fá eitthvað rafmagn sem við framleiðum. Það er bara, þetta fer bara inn á hringinn. Þannig að það er allir að framleiða samskonar rafmagn. Já, en þeir selja Norðurál, þá þurfa þeir að setja jafn mikið inn á kerfið og Norðurál tekur út. Já, það er skuldbundið til þess. Já, en hvort að orkan fari nákvæmlega, það er elektrónur sem voru framleiddar í Svartsengi, hvort það er endur på grundtaka, það gerist aldrei. En það fer jafn mikið, og þetta er í eðlisinu nákvæmlega sama orkan frá öllum. Þannig að það sem fer inn á netið, það er eins sama hver gerir setur. Já. Orkan er einsleit vara. En segðu mér hérna, sko, stundu svona, þetta minni er oft fallegt. Það eru margar minni virkjanir. Já. Sem eru 9,9 megawatt, eða ekki? Jú, það er nokkur dæmi það. Það má ekki fara í 10. Já, Landsvirkjun er með enga 9,9 megawatta virkjanir, bara taka það fram. Nei, þið eru náttúrulega sér á partí. Já, við förum alltaf í hagkvæmustu stærðin á hverjum stað og förum í gegnum all leyfisveitingaferlið. En ég er að segja þessi sem er að gera svona minni virkjanir. Þetta er talsett svona virkjanir. Jú, það svara fyrir sig hver og einn en það getur verið mismunandi ástæðar en eitt af því sem er að ef virkjun er undir 10 megawattum þá þarf hún ekki fara gegnum rammaáætlun sem er mjög þungt ferli. En það er náttúrulega mjög slæmt ef það er ekki verið að optimera framkvæmdina og til dæmis að búa til sveigjanleika því að vatnsaflið þarf að búa til sveigjanleika. Þessi fyrirtæki hafa ofta ákveðið að fara bara hagkvæmuleiðina. Hagkvæmusta leiðin er bara að byggja virkjun án sveigjanleika. Sveigjanleikin sem við reynum alltaf að setja í virkjanna til þess að mæta sveiflum og mæta bilunum og þess þar, hann kostar okkur heilmikið. En virkjun sem það er líka hættar líka að renna eitthvað framhjá óþörfis virkjunum, en ég þekki samt ekki þessi einstöku virkjanir og það getur verið margar ástæður fyrir þessu. Ef ég á virkjun upp á 9,9 og ég seti inn á netið, hver kaupir hann að mér þar? Þú þarf bara að hafa viðskiptavinn og margar þeirra selja
erum með samninga við hinn orkufyrirtækin. Það er ekki að borga fyrir flutningin? Jú, það er sko aðeins sem kaupir handar að borga, kaupir ákveðna aðra, en og síðan dreifinguna. En þá þarf þetta fyrirtæki að semja við eitthvað, annarkvæmt semja beint við stórnotanda sem ég held að sé sjaldan gert, ég veit ekki svo ég veit, en ég náttúrulega þegar ekki upplýst. En þetta algengast er að þeir selji orku fyrirtækjum sem eru með smásölu, sem gæti verið HS Orka, gæti verið Orkusalan, gæti verið UN Power. Það gæti verið svo líklegast að fara þá og síðan bara... Það var alveg sama hvert á landinu. Já. Það getur samt, ég get verið í viðskiptum með heimili mitt hérna á Suðvesturhorninu. Ég skipti reglunum raforkusala. Ég finnst bara líkast við því að þess að vera þróun og hættu allir að gera það, bara 6 mánaða fresti að fara að skoða og skipta. Og ég flutti mig, núna og hef verið áður hjá Orkubú Vestfjarða. Þeir eru með mjög hagkvæma orku í boði og ég var að segja þetta við verkfræðinga vinnu mína, hvort þetta fyrir nokkrum árum síðan var að segja hvernig hvort þeir var ekki að skoða þetta. Og þá spurðu mig með því að hvern semur við að flytja orkuna til þín, sem ég gerir sjálfsögðu ekkert. Þú getur keypt það hverjum sem hvar sem. En jafnvel verkfræðingandi heldur að ef þú keyptir af Orkubú Vestfjarða, þá þyrftir að semja við einhvern sem ætti streng frá Vestfjörðum til upp í Seljakverið þar sem ég bý. En það er ekki þannig að þú getur bara keypt það hverjum sem og þetta er bara mjög gott kerfi. Og það er náttúrulega mikilvægt að neytendur séu virkir, það hvetur þessa aðilaða til þess að vera lágt. Og þá bara leið og ef það er eitthvað að hækka þá bara skiptir En eru vatnsaflsvirkjanir með bráðnun jökla, það getur komið bara einhvern tímann við framlegin og mikið vatn fyrir það, er það ekki? Það er við keyrum mjög flókin líkun til þess að greina þessi árið, því miður eru jöklunum að hópa. Vatnsaflskerfið er uppalega byggt þannig að það gengur ekki út á það að nýta það jöklar bráðna. Heldur er þetta að taka úrkomu hvers árs sem fellur í formi rigningar eða snjókomu og nýta hana, það er svona orkuvinnslu geta virkjunarinnar. Sumri kemur þetta bara beint í lónin og en á veturnar fellur þessu snjór á hálendið upp á jöklunum. Og það er kerfi gerir ráð fyrir því sem við fengjum bara snjóin sem kæmi hverju ári. Þannig að það er raunverulega að þetta væri snjór, það frestaði að þetta kæmi í lónin. Við höfum séð að jöklarnir að minnka, þannig að við erum núna búin að byggja inn í módeli næstu 100 árin, þá munu, ef þetta gengur fram sem horfið sem við erum vonandi að gerist ekki að jöklarnir nánast hverfi, að þá erum við með auki innersli. Því við erum að fá, og þetta verður auki orkuvinnslu getu kerfisins og við erum að selja meiri orku út af þessu. Hvað teljum við að gerist síðan eftir þetta ef þetta raungerist sem við vonum ekki þá er talið að Ísland verði rigningarsamara og orkan kemur þá meira strax inn í lónin, eða vatni kemur strax inn í lónin. Það er ekki þörf á jafn stórum lónum af því að lónin eru til þess að taka miklu bránu sem kemur á vorin. Þannig að orkuvinnslu, þó jöklarnir farið þá á orkuvinnslu getan ekki að minnka. Jafnvel meira segja líkunum segja að muni aukast vegna þess að það verði líkara veðurfar eins og er kannski á Breiðlandseyjum sem er mótverðar samara heldur en hér. En þetta er alveg mikil óvissa. Við fylgjumst mjög grannt með þessu. Og en það er alltaf bendið til þess að vatnsaflsvirkjanir haldi svipar orkugetu eftir það. En svo er líka svona hugrenningar það hvort að golfstraumurinn sé ekki eftir og eftir 50 til 100 ár verður nánast óbyggilegt í Íslandi. Já, þá ertu komin út fyrir Ég veit, þetta er svona spekulasjónir sem er í gangi. Já, en þessar virkjanir, sérstaklega vatnsaflsvirkjanir og jafnvel jarðvarmavirkjanir líka, þetta eru alveg ótrúlegar eilíðar vélar ef menn skoða virkjanir Landsvirkjunar eins og Búrfellsvirkjun sem er núna að verða 60 ára gömul og virkjanir við Soginu, Ljósafossvirkjun, þetta er virkjanir sem eru 80-90 ára gamlar og þar eru eins og það séu nýjar. Höldum við þannig og þetta gæti gengið að eilífi, þetta er svona líkt í að vera eilíðar vélar eins og þú getur fundið. Og við viljum minna líka að það falli gríðarlega vel að landslæginu.
Við erum mjög stolt af þessu. Nærsamfélaginu er mjög stolt af virkjunum. Já, Þannig að það er fallið húsaðar. Já, og allt hvernig auðvitað hefur landslagið breyst, en þetta hefur fallið mjög vel að landslæginu og ef þú ferð á Búrfellssvæðið og berð það sama við hvernig þetta var áður en við komum, að það held ég að allir myndu telja það að þessi sandar sem voru þarna, mikli sandstormar, með að við þetta gróskumikla fallega svæði og síðan Búrfellsvirkjun sem er meinum að fallegasta byggingu á Íslandi. Já, ég hef komin í Fljótsdalsvirkjun og það er snyrtilegt þar. Það er alls þar, það er bara þegar fólk kemur lagt mikil áherslu á það, bara þetta er alltaf líka bara spurningum virðingu fyrir mannvirkjunum og einnig bara viðhaldið er líka feikilega gott og það er eins og þegar maður komin í þessar virkjanir erlendir aðla, það er sko kannski 50 ára gamla virkjuna þeir upplifa sér eins og ný og þeir upplifa nánast þessu sér inn á sjúkrahúsi. Þannig er styrti mennskan inn í virkjunum. Herri, nú fyrir að segja þetta gott. Ég þakkaði mikið vel fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Já. Og ykkur fyrir að horfa á þáttinn okkar og svo heldur dagskráin áfram í dag. Takk fyrir.